Marta, ætlar þú ekki að setja fundinn? Marta, ert þú ekki... Okay. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. nóvember í Laugalækjarskóla að þessu sinni. Áður en gengið til formlegrar dagskrár skulum við minnast fórnarlamba hryðjuverkaárásanna í París á föstudaginn var. Árásirnar voru harkaleg áminning fyrir fólk sem býr í litlu og friðsælu Reykjavík, áminning þau voðaverk sem illskan getur leitt af sér, ekki síður þá staðreynd að víða í heiminum geisa stríð og að árásir eins og þær sem áttu sér stað í París eru viðvarandi og stöðug ógn fyrir allt of margt fólk allan heim. Á sama tíma og við hugsum hlýtt til fórnarlamba árásanna í París, aðstandenda þeirra og annarra sem að eiga sárt að binda, skulum við hugsa það hvernig við getum stuðlað að friðsælli heimi, auknu umburðarlyndi og kærleika. Ég legg til að borgarfulltrúar rísi úr sætum, minnist fórnarlambana og íhugi orð Helle Gannestad sem að sagði eftir hryðjuverkin í Útey: hugsið ykkur ef einn maður getur sýnt svona mikla illsku, hversu mikinn kærleik við hin getum sýnt í sameiningu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Okkar hugur hjá því fólki sem nú á sárt að binda vegna morðanna í París. Við stöndum þögul stund af því að grimmd morðingjana sem beindist gegn saklausu ungu fólki var svo óhugnuleg og svo ólýsanleg.
Við drúpum höfði í sorg en verðum síðan að horfast í augu við nýja heimsmynd og taka ákvarðanir það hvernig við ætlum að bregðast við henni. Ógnin hverfur ekki. Hún hefur magnast og náð að sá sínum boðskap haturs og mannfyrirlitningar víðar en við gerðum okkur grein fyrir. Þrátt fyrir mannskæðar sprengingar IRA á 3 áratugum síðustu aldar held ég að engum hafi dottið í hug að þar með væru allir Írar sekir morð, hvað þá heldur allir kristnir menn. Múslimar heim allan drápu ekki ungt saklaust fólk af ýmsu þjóðurinnir sem var að skemmta sér og hitta vini á föstudagskvöldi. Við skulum þess vegna sjálf ekki verða öfgum að bráð, það það versta sem hent getur. Það næst versta að láta eins og ekkert sé. Ísland eyland einungis í landfræðilegum skilningi. Við erum hluti af samfélagi þjóðanna og stöndum vakt með siðmenningu og mannúð, en þangað hefur víglínan einmitt verið færð og þá víglínu þarf að verja. Við sendum ættingjum og vinum inn á látnu okkar innilegustu samúðarkveðjur og óskum hinum særðu góðs bata. Borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá göngum við til hefðbundinnar dagskrár útsendrar þar sem fyrsta mál tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks rýningu á orkugjöldum og til máls tekur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, ég hér til að tala fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna rýningu á orkugjöldum og hún hljóðar einfaldlega svo: borgarstjórn beinir því til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að skoða hvernig og hvenær lækka megi orkugjöld á heimili. Okkur þykir vera nokkuð þörf ástæða fyrir að taka þetta upp nákvæmlega hér í borgarstjórn. Því hér sitjum við allir kjörnir fulltrúar íbúa sem kjörin eru af íbúum Reykjavíkurborgar sem að sjálfsögðu eru stærsti eigandi Orkuveitunar. Við verðum hér inni að taka svona ákveðna stefnu og senda skýr skilaboð til fyrirtækisins okkar. Þrátt fyrir að við eigum þar fulltrúa í stjórn, þá nauðsynlegt að við tökum þessa stefnumótandi umræður hér sem eigendur félagsins, því að þær verða ekki teknar með sama hætti inn í stjórn félagsins. Auðvitað það þannig að þó að við ræðum þurfum að ræða orkugjöldin og við viljum velta því upp að það sé hægt að það komi sá tími bráðlega að það verði jafnvel hægt að lækka þessi gjöld. Nú vitum við öll hvernig sagan Gjöldin hafa hækkað gríðarlega mikið frá 2008 eða 2009 og það íbúar tóku á sig mjög miklar álögur og þeir að borga mun hærri orkugjöld heldur en íbúar í Reykjavík hafa gert svo bara áratugum skiptir og það hefur verið, mér finnst þess virði að við veitum íbúum líka meira svigrúm í þeirra fjárhag þegar það betur árar hjá Orkuveitunni, alveg eins og við gátum lagt á þá byrðar þegar illa áraði og hækka gjöldin mun meira heldur en utan jafnvel leyfði hjá þeim. Auðvitað Orkuveita núna bundin, við erum bundin í samningum samkvæmt planinu svokallaða, við erum bundin í því að við getum ekkert átt við verðskráðnar strax, en það kemur að því og mér sérstaklega þarft að ræða þessa tillögu og vildi gjarnan auðvitað að þið samþykktuð hana og það færu bara skilaboð frá okkur sem eru einfaldlega þannig að stjórnin fara að skoða þessi mál, skoða þá hvernig megi lækka gjöldin og hvaða gjöld megi lækka, að því hluti af rekstrinum á samkeppnismarkaði en annar það ekki og það þarf svolítið að stjórnin þarf auðvitað að velta því fyrir sér hvernig hún myndi fara því fengjum það skilaboð. Það líka
þegar maður sér núna inn í 5 ára áætlun sem við munum taka til umræðu á næsta borgarstjórnarfundi, að gert það ráð fyrir heilmiklum arði inn í borgarsjóð á tímabilinu, þá finnst mér, þá bara rökrétt að við förum í gegnum það hvort að við teljum eðlilegt, sem að við teljum tillöguflytjendur algjörlega eðlilegt, að orkugjöldin lækki alveg eins og það þykir þá hugsanlega eðlilegt að taka arð af fyrirtækinu inn í rekstur borgarsjóðs. Mér finnst í rauninni svolítið skrítið að við höfum ekki rætt það áður en ákveðið var að setja töluna milljarð inn í 5 ára áætlun, sem þá arður orkuveitunar eða áætlaður arður orkuveitunar sem renna muni til Reykjavíkurborgar, án þess að hafa rætt hvernig við í raun og veru vildum koma til móts við íbúa sem hafa með borginni tekið alveg óbáslega mikinn þátt í að ná orkuveitinu aftur í góða stöðu. Þannig að það hreint og beint, bara sanngjarnt og eðlilegt að við förum í gegnum það hér. Svo það annað að það auðvitað húsnæðismálin eru bara eitt stærsta mál dagsins. Það málið sem að við þurfum endalaust að vera að ræða og viljum reyna að leysa með sem bestum hætti. Og það þarf að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að lækka húsnæðiskostnað fólks. Þar á meðal það má líta á orkugjöldin sem húsnæðiskostnað. Þannig að það mjög eðlilegt og mjög svona tímabært að við förum í gegnum það, hvort ekki, ef ástæða til að taka arð út úr orkuveitunni, hvort ekki sé ástæða til að leyfa íbúum að njóta lægri orkugjalda, leið og borgin telur sig geta tekið arðinn. Þannig að tillagan í henni mikið svigrúm, það svigrúm fyrir stjórnin að skoða og koma þá tilbaka með svona uppsetning á því hvernig mætti fara að þessu. En eins og við vitið, þá getur þetta skipt gríðarlega miklu máli. Fólk að borga helmingi og stundu 2-falt meira en það gerði 2008. Við heyrum auðvitað mjög mikið þetta inn í velferðarráði, þar maður heyrir bara í fólkinu þetta hefur lagt mikla byrðar á fólki. Við veitum afslátt af orkugjöldunum til eldri og öryrkja, en það ekki nóg. Hvað viljum við gera? Það eiginlega bara spurningin. Ætlum við að leyfa íbúanum að njóta eða ætlum við að setja féð inn í borgarsjóð án þess að leiðrétta það neitt? Það í raun og veru það sem dundi á íbúum á sínum tíma. Það eiginlega spurningin. Ég vil senda skýr skilaboð inn í stjórn orkuveitunar og vonandi verður vel undir þessa tillögu tekið. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur hv. borgarstjóri næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að það sé kannski nokkuð táknrænt fyrir bætta stöðu orkuveitunar að hér sé komið fram tillaga að beina því til stjórnar að lækka orkugjöld. Fyrir 4 árum þá stefndi í þrot orkuveitunar og fjárþörf í rekstri hennar reiknaðist 50 milljarðar til 5 ára og eigendur og ný forysta orkuveitunar setti fram plan það hvernig þessu mætti snúa við. Hluti af því var að frystingar sem höfðu verið á gjaldskránum í raun allt frá 2005 voru dregnar tilbaka. Þannig að gjaldskrár hækkuðu og
Það var 15% af planinu. Það tekjur sem kom af gjaldskrám, en langstærstur hluti var sóttur í frestun framkvæmda og niðurskurð í rekstri. Síðan var eignasala og neyðarlán frá eigendum sem að enn eru inn í Orkuveitu og síðast en ekki síst þá var gerð sérstök úttekt á því hvað læra mætti af því sem aflaga fór. Áður en ég fer við þá lærdóma að þá langar mig aðeins til að víkja að fullyrðingu sem framkomu hér hjá frummælanda það að orkugjöldin nú væru hærri en þau hafa verið í áratugi. Ég held að það vanti rök fyrir þessu vegna þess að raunverði eru þau mjög svipuð og voru 2005. Rafmagnið raunar ódýrara, heita vatnið aðeins dýrara eða 3%. Þannig að megin breytingin í gegnum hækkanirnar sem gerðar voru sem hluta af planinu var að frystingarnar sem höfðu verið í gildi 2005, 6, 7, 8, 9 og 10 voru teknar tilbaka. Það hins vegar alveg rétt að orkugjöld og þau gjöld sem greidd eru til Orkuveitunnar eru hluti af húsnæðiskostnaði og raunar ein megin ástæða þess að húsnæðiskostnaður reiknast lægri í Reykjavík heldur en í Skandinavíu í samanburði meðal annars vegna lágs orkukostnaðar. Meðalkostnaður reykvískrar fjölskyldu vegna fráveitu, kaldsvatns, heissvatns og rafmagns 20.000 á mánuði en í Kaupmannahöfn greiðslur fyrir sömu miðla 62.000 á mánuði, þrefalt hærra. Þetta 45.000 á mánuði í Stokkhólmi, 46.000 í Oslo og 61.000 í Helsingi. Þessar tölur eru sóttar í hinni reglulegu yfirferði við planið sem alltaf verður lagðar fram í borgarráði og kauphöll og undirstrika að auðvitað njóta íbúar hér hluta til bara náttúrugæða, þar sem við erum mjög nálægt bæði góðu köldu vatni, mjög nálægt heitu vatni og erum að framleiða rafmagn á býsna hagkvæman hátt. Með því ég ekki að segja að það kom ekki til greina á næsta árum að gera breytingar á gjaldskrám Orkuveitunar. Ég held þó í ljósi þessara talna að við ættum ekkit síður að velta fyrir okkur hvort að þetta breyta gjaldskráni innan sólarhrings til dæmis. Við erum að kaupa rafmagn af Landsvirkjun vegna toppa sem verða á notkun milli 4 og 6 á daginn og ef við gætum með einhverjum hætti stýrt því að notkunin væri minni þegar þeir toppar eru en meiri til dæmis á nóttunni, að þá gætum við hugsanlega sparað okkur þessa dýru samninga við Landsvirkjun. Forsenda fyrir þessu ákveðin snjallvæðing í innviðum Orkuveitunar sem stendur fyrir dyrum, meðal annars hluta ástæðanu fyrir því að það getur verið skynsamlegt og skynsamlegt fyrir Orkuveituna að eiga mælana inn í húsunum, að geta stýrt aðeins snjallvæðingu þeirra. En ég held þó að við sem stjórnmálamenn eigum aðeins að halda í okkur áður en við leggjumst í einhvers konar kapphlaup í því að boða lækkanir á gjaldskrám fyrr en þau mál hafa verið skoðuð mjög vandlega. Þá þurfum við að horfa á arðsemi einstakra miðla því að við höfum sagt það í eigendastefnu að við telum eðlilegt að hver og einn miðill standi undir sér og það líka í samræmi við löggjöf. Og númer 2 að þá höfum við einfaldlega mjög betra reynslu af því að stjórnmálamenn í vinsældaleit veigri sér við því að láta gjaldskrár taka breytingum í takt við kostnaðar og verðlagsþróun. Í skýrslu úttektarnefndar Orkuveitu Reykjavíkur segir á blaðsíðu 158 með leyfi forseta: Í viðtölum við úttektarnefndina var fyrrverandi stjórnarmenn og stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur bent á að gjaldskrár fyrirtækisins hafi ekki verið hækkaðar til samræmis við þá þörf sem var til staðar
í rekstri miðilsins. Hefur komið fram að skýringuna kunna vera að finna í samsetningu stjórnar sem hafa verið skipuð pólitískt kjörnum fulltrúum og hækkanir á gjaldskrá fyrirtækisins hafi síst verið fallnar til pólitískra vinsælda. Verður ekki litið fram hjá því að gjaldskrá vegna heiss vatns tók ekki breytingum frá 2005 til 2008 eins og rakið er hér að framan. Þá var einnig komið fram á hausti 2008 við stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur orðið við tilmælum stærsta eigenda fyrirtækisins Reykjavíkurborgar í kjölfar bankahrunsins og ekki hækka gjaldskrá á því tímabili. Þótt erfitt sé að setja rekstrarlegar ákvarðanir í samhengi við það pólitíska umrót sem varð haustið 2008 með tilheyrandi óvissu, þá bendir úttektarnefndin á að ekki verið litið fram hjá því að samhliða fyrirmælum frystingu gjaldskrár fyrirtækisins hafi eigendur leið fengið greiddan arð frá fyrirtækinu. Fyrir því skortir hins vegar að áliti úttektarnefndarinnar rekstrarlega forsendur þótt hina pólitísku leið samfélagslegu forsendur kunna hafa verið til staðar. Á það er þó bent hér að frysting gjaldskráa fyrirtækisins náði ekki einungis til notenda á Reykjavíkursvæðinu heldur náðu þau til allra svæða Orkuveitunnar sem samkvæmt því sem rakið hefur verið náði bæði á Suðurland og Vesturland hið sama á við gjaldskrá vegna rafmagnsveitu og tilvitnun lýkur. Með öðrum orðum eigum við að fara varlega í því að boða eða skapa væntingar gjaldskrábreytingar nema við höfum traustan talnalegan og rekstrarlegan grunn fyrir því. Hvort tveggja er eðlilegt að Orkuveitan greiði arð og eins hitt að gjaldskrár sé ekki hærra en eðlilegt er út frá útreiknaðri arðsemi á hvern miðil. Þetta er eitt af því sem eðlilegt er að komi til skoðunar þegar að planinu lýkur og við gerum næstu 5 ára áætlun. En allar slíkar ákvarðanir þarf að undirbyggja á traustum grunni. Það er lærdómur sögunnar, það er lærdómurinn sem við eigum að draga af krappri stöðu Orkuveitunar 2010 og 2011 og árangurinn af planinu er meðal annars vegna yfirvegunar og staðfestu sem hefur verið góð samstaða að fylgja því eftir og ég held við eigum ekki að víkja út frá þeirri braut. Ég legg til að þessari tillögu sé vísað til borgarráðs og við vinnum ítarlegar með þessi mál í heild sinni en ekki bara það sem lýtur að gjaldskrám, heldur það sem lýtur að markmiðssetningu fjárhagsleg markmið að öðru leyti, eigin fé, arðsemi einstakra miðla og auðvitað umhverfissjónarmið sem hljóta að vera liður í því að skoða hvernig eðlilegt er að verðleggja orkugjöld, heitt vatn, kalt vatn og rafmagn. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, mér finnst þetta góð tillaga hjá borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur og Sjálfstæðisflokknum og tek undir tillöguna. Orkuveitan hækkaði verulega orkugjöld til heimilanna í kjölfar hrunsins vegna slæmrar fjárhagsstöðu Orkuveitunar eins og við öll þekkjum og sjáum bara reikningunum hjá okkur. Það er líka hægt að googla þetta og þá sést líka verulega hver hækkun hefur verið. Staða Orkuveitunar hefur verið að batna verulega og því er eðlilegt að þessi hækkun sem að varð gangi tilbaka til heimilanna. Útsvar eru í toppi hér í Reykjavík. Orkugjöldin hafa hækkað verulega og það verður að lækka álögur á fólk. Það verður að leiðrétta þetta. Auðvitað þarf að skoða það hver þessi hækkun hefur verið samtals í kjölfar hrunsins til dagsins í dag og borgarstjóri boðar hér að hann muni leggja það til að tillögunni verði vísað til borgarráðs og þá er eðlilegt að það verði skoðað nákvæmlega þar hver hækkunin hefur nákvæmlega verið frá þá 1. janúar 2009 til dagsins í dag og þá er hægt að sjá þetta að öllu leyti nákvæmlega hvernig svo er. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu, þá er Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar aftur. Ég vil nú þakka fyrir undirtektir
borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur og þakka borgarstjóra líka fyrir sín orð. Mér finnst það bara það sem að framkom hjá honum sín að við erum bara mjög svona sammála. Ég held við séum bara frekar sammála þessi mál. Það þarf að skoða þau og það þarf að byggja ákvarðanir á traustum grunni. Nákvæmlega rétt hjá borgarstjóra. Og nákvæmlega það sem við erum að leggja til. Við erum að leggja til að við beinum því að borgarstjórn beini því til stjórnar Orkuveitur Reykjavíkur að skoða hvernig og hvenær. Tillagan nefnilega einmitt fjallar það að búa til nákvæmlega þennan trausta grunn sem við þurfum til að taka frekari ákvarðanir. Þannig að ég tek algjörlega undir með honum með það að það auðvitað nauðsynlegt að gera þetta afskaplega vel og gæta þess að fara ekki í eitthvað væntingastríð og vera einhvern veginn að slást þetta mikið pólitískt. Þess vegna þarf að gera þetta mjög vel. Það mjög mikil ástæða að borgarstjórn taki afstöðu til þessara tillögu. Mér finnst meira eiga heima hér heldur en inn í borgarráði og ég þakki auðvitað fyrir að hún sé ekki bara felld þessi tillaga, heldur sé henni vísað inn í borgarráð. Þá finnst mér borgarráð hins vegar mun minna lýðræðislegu staður fyrir þessa tillögu heldur nákvæmlega hér í borgarstjórn, þar sem allir fulltrúar eru kjörnir fulltrúar, kosnir af íbúum sem eru stærsti eigandinn. Það miklu minni aðkoma okkar borgarfulltrúanna sem hér sitja að málunum inn í borgarráð. Við eigum ekki öll sæti þar. Tillagan sérstaklega borin upp hér vegna þess að hún á við í þessum hópi betur en hún á við inn í borgarráði. Borgarráð mun ekkert fara í gegnum það hvernig fjármál Orkuveitunnar eða hvernig áætlanir Orkuveitunnar og svona eru unnar. Það verður gert inn í Orkuveitu. Þannig að það sem við getum gert alveg nákvæmlega eins og fara að vísa þessu inn í borgarráð að vísa þessu einmitt til stjórnarinnar og að hún veiti okkur þær upplýsingar sem við þurfum til þess að taka næstu skref. Þannig að ég bara bið borgarstjóra að endurskoða tillögu sína og tek algjörlega undir með honum að það bara mikilvægt að búa til hennar grunn. Grunnurinn best kominn frá einmitt Orkuveitunni og starfsfólki og stjórnendum þar. Borgarráð mun engu bæta við. Þannig af hverju erum við ekki bara að afgreiða þetta hér? Það væri bara svo einfalt. Við tillagan fjallar aðeins að skoða hvernig og hvenær lækka megi orkugjöld. Hún felur, ef það kemur svo í ljós það sem að borgarstjóri segir að hugsanlega ekki ástæða til þess, þá kemur það bara í ljós. En látum stjórnina og látum starfsfólk Orkuveitunnar veita okkur þessar upplýsingar og þessi gögn, þau gögn sem við þurfum til þess nákvæmlega að taka næstu skref. Ég tek líka undir það að það verður auðvitað ekkert gert fyrir en við erum bundin í báða skó á meðan planið ennþá virt. En nú kominn tími til að taka næstu skref því það bara ári að það renni út. Það ári að það renni út og í raun og veru bara svo yfirlýsing við að lesa það að meirihlutinn í borginni gerir ráð fyrir að komi milljarður frá Orkuveitunni í arð á næstu 5 árum. Það hlýtur að leggja á okkur þær skyldur að svara íbúum með það hvort að við ætlum ekki að koma til móts við þær hækkanir sem við lögðum á þá á sínum tíma og þeir hafa greitt síðan, sumir bara með miklum erfiðleikum. Við megum ekki gera lítið úr því. Þetta miklu hærri gjöld
heldur en voru. Og nú hafa þau gjöld sem eru í raun og veru einokunargjöldin, ekki gjöldin sem eru á samkeppnismarkaðinum, þau hafa tvöfaldast. Þau hafa tvöfaldast á síðustu 7 árum. Það er bara of mikið, það var náttúrulega lagt á þetta nýja gjald. Orkuveitan tók við gjöldum sem að borgin áður innheimti. Þau hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga eða gengi, það helst ekki í hendur við aðrar hækkanir, hefur hækkað meira og það er full ástæða. Það er full ástæða til að svara íbúunum bara skýrt, er það vilji okkar að byrja að skoða það hvort við viljum koma til móts við íbúa og húsnæðisgjöld, lækka húsnæðisgjöld og fara í að kalla fram þau gögn sem við þurfum til að taka þau ákvörðun. Það fjallar þessi tillaga. Það er fullvel hægt að samþykkja hana í þessum sal. Það ætti að samþykkja hana í þessum sal þar sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar sitja en ekki í borgarráði þar sem aðeins örfáir úr þessum sal eiga sæti. Það er bara verið að takmarka í raun og veru lýðræðislega aðkomu okkar að þá málinu. Ég get ekki séð annað. Fyrir utan að ég sé bara ekki ástæðu til þess að vera beinus inn í borgarráð. Ég sé ekki ástæðu til þess. Beinum þessu bara skýrt og beint til stjórnar Orkuveitunar. Það eru skýrustu skilaboð. Hitt í raun og veru svona að vera að beina sér til borgarráðs og svo hvað? Verður þetta enn einn skúffu til það? Er það það? Er það af því að þið viljið ekki segja nei í beinni útsendingu? Er það hinn raunverulega ástæða? Maður fær svona smá það á tilfinninguna. Fyrst að verið að vísa þessu. Takk. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sinni og þá er hv. borgarstjóri óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn. Þessi beint til borgarráðs vegna þess að það væri algjörlega óábyrgt og sjoppulegt að afgreiða tillögu sem varðar fjárhag Orkuveitunar án nokkurra fjárhagslegra greiningar. Við eigum einfaldlega að hafa lært það af undanförnum árum að svona vinnum við ekki. Við þurfum að setjast yfir það að gera nýja 5 ára áætlun sem tekur við þegar planinu sleppir en getum ekki leyft okkur sama hversu vel það er fallið til vinsælda að boða lækkanir og hinn og þessu að boða það með einnar línu tillögum í borgarstjórn í staðinn fyrir svona eins og það kom í staðinn fyrir þá nauðsynlegu greiningavinnu og miklu dýpri rýnu sem að slík tillögugerð kallar á. Og þess vegna er eðlilegt að vísa þessu til borgarráðs í staðinn fyrir að afgreiða þetta hér að ókönnuðu máli. Hv. borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar til að mótmæla þessu nú svolítið hart. Sjoppulegt. Hvað er sjoppulegt við þetta mál? Ég bara skil það ekki. Mér finnst hins vegar bara mjög furðulegt að halda að borgarráð sé eitthvað betur til þess fallið að vinna fjármálagreiningu eða einhver gögn til þess að sem eiga að vera grundvöllurinn á ákvörðuninni heldur en stjórn og starfsfólk Orkuveitunar. Það er auðvitað þaðan sem að upplýsingarnar þurfa að koma. Þannig að ég skil ekki ástæðuna fyrir því að vilja vísa þessu inn í borgarráð. Ég næði ekki, þetta er einhver feluleikur. Það verða mín síðustu orð í þessu máli. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið á svara andsvarið, það veitir andsvar öðru sinni, hv. borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Eftir þrot Orkuveitunar og planið sem var erfitt, bæði innleiðingu, undirbúningi og framkvæmd en hefur tekist vel, var gefin út eða með minnir 400 blaðsíðna úttektarskýrsla sem fór yfir hvað hefði farið úrskeiðis. Eitt af því sem fór úrskeiðis var að á árum áður að þá voru borgarfulltrúar og stjórnmálamenn að slá fram
frysting og gjaldskráa hér, lækkun þar til þess að afla sér einhverja vinsælda í aðdraganda kosninga í staðinn fyrir að byggja ákvarðanir sínar á vönduðum greiningum og heildarsýn á málefni fyrirtækisins, hagsmuni og þar með hagsmuni Reykjavíkurborgar. Og þegar ég segi að það væri sjoppulegt af okkur í ljósi allra þessara sögu að afgreiða hér eins línu tillögu sem felur ekki í sér neina fjárhagslegu greiningu og ekki undirbyggð af neinu nema góðum vilja og brjóstvitinu einu saman, að þá bara standi við það. Við verðum einfaldlega að standa á ábyrgari og betri hátt að ákvörðunum sem varða fyrirtækið og þá reynslu sem við erum búin að ganga í gegnum mjög miklu. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá andsvörum lokið og umræðum þetta mál og við göngum til atkvæða málsmeðferðartillögu. Þau sem samþykkja að vísa tillögunni til borgarráðs gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá göngum